Sigríður, bókin Hasar í hrauninu, segðu okkur nú aðeins, svona, hvað fjallar hún? Sko, ég ætla að byrja að segja, ég lofaði eiginlega fyrir ári síðan að ég ætlaði að gera bók Grindavík, þannig ég setti svolítið pressu á sjálfa mig. En þetta er vinina, Gnúp, Járngerði og Þórköllu og þau ákveða að fara út í hraun eftir skóla og þar hitta þau eða kynnast hraunbúum og þau fara með þessum 4 hraunbúum sem eru systkini í ævintýraferð hérna í kringum Grindavík. Og hvað gerast einhverju hlutir? Já, held betur. Þau fara upp á Þorbjörn, byrja þar, henni umtalaða fjalli og þar kemur hrútur og stelur húfunni, derhúfunni hans Gnúps. Og þau eru sem sagt að ná að eltast við hrútin. Þess vegna fara þau hérna í kring. Og þá fara þau fara upp á Þorbjörn og niður í Selskó, að Gálgaklettum, út á Hópsnesið, svo fara það sem Bryggjan er og í bótina, fjöruna hérna, Einistall, Bláalónið og svo kemur ljós hvað gerast eftir það. Þannig að þú ert að tengja söguna við staði hérna í Grindavík? Algjörlega og þetta er alveg svona perlurnar í Grindavík í rauninni. Og ég spurði nokkrar manneskju áður en ég skrifaði bókina, þú veist, hvaða staðir þeir svona fyndist vera spennandi hérna á svæðinu. Og það var einn staður sem ég hafði ekki hugsað, aldrei farið á og það var Einistallur og ég er náttúrulega búin að fara núna 2 þangað, alveg ótrúlega flottur. Þannig að þetta er svona ævintýrabók sem að gerist í sjávarбænum Grindavík. Já, og mér fannst einmitt mikilvægt að þetta er náttúrulega eitt stærsta sjávarplassið á landinu að þar kæmi höfnin sko. Þannig að hafnavörðurinn kemur hérna út og sést vel og bátarnir og svoleiðis. En svo fannst mér líka mikilvægt, mér langaði svo að vera dýr af því að börn elska dýr í bókum og dýr laða einhvern veginn alltaf að sér og þá fannst mér hrúturinn svona kjörið tækifæri. En þú segir sko, við vorum að spjalla saman áður við hittumst að þegar þú fluttir til Grindavíkur og þú fannst að það er mikið stolt meðal bæjarbúa hérna. Já. En ekki að endilega allir mjög sterkir á svellinu í sögulega þættinum. Algjörlega, það var það sem ég upplifaði. Ég upplifaði einhvers þegar ef maður fór út fyrir Grindavík og var með Grindvíkingum, þá voru allir klæddir í gulu og ótrúlega stoltir og svo hérna náttúrulega bara var maður ánægður með umhverfið og allt hérna í kring og fór að spyrjast fyrir og þá einhvern veginn voru svo fáið með svör þannig að maður fór sjálfur kannski bara aðeins að ég fór á bókasafnið og sótti mér einhverja bækur og fann svona upplýsingar og svo var ég að segja manninu mínu sem er sko fæddur uppalinn hér, þú veist, vissir þú að þetta fjall heiti þetta út af þessu? Og þannig að maður er búin að læra mjög mikið Grindavík og líka þegar ég var að gera bókina því að ég alveg vildi vera með svo margt á hreinu, þú veist, hvaða nöfn á ég að nota og ýmislegt þannig, sko. Er þetta hugsað fyrir einhvern svona aldurshóp? Mér finnst það alltaf svo erfið spurning að það er svo ólíkt hvar börn eru, en þú getur alltaf sýnt 2 ára barni þessar myndir og tala út frá þeim. En þetta er klárlega alveg bók frá 3 ára til alveg 10 ára, sko. Og ég held líka auðvitað á öllu landinu, en mér finnst alveg bók sem að allir Grindvíkingar verða eiga, allavega grindvísk börn. Að ég vona að bæði foreldrar og skólastofnunar að þær nýti bókina og kenni meira söguna, þú veist, Járngerði og Þórköllu og þegar við verðum að nema landi hérna og fari á þessa staði sem eru í bókinni. Það er nú alltaf verið að tala hvað sé mikilvægt að lesa fyrir krakkana og síðan að þau fara að lesa sjálf. Já, algjörlega. Og ekki bara að það er alltaf verið að tala að við erum að lesa fyrir börnin sem er hárrétt, en foreldrar verða líka að lesa af því að við erum fyrirmyndir. Við getum ekki ætlast til þess að bæði með það þegar við lesum fyrir þau að börn fara ekkert bara að lesa þegar þau eru bara 6 ára. Þú veist, það verður einhver að skrifa svona bækur með miklu myndum til að kveikja áhugann þegar þau eru ung og svo að þau sjáu okkur að við erum líka að lesa. Þannig að ekki bara lesa fyrir börnin ykkar, heldur lesið líka sjálf. Þú ert náttúrulega mjög spennt og gaman að þegar kemur út svona ný bók, hvernig viðtökurnar verða það? Já, algjörlega og ég vona að fólk taki vel í bókina. Já, en ég verð samt að spyrja þig, kemur jarðskjálfti fyrir í sögunni? Sko, það verður náttúrulega að vera jarðskjálfti svona eftir árið 2020, sko. Auðvitað. Og hérna erum við með því sem faran í Einistall, ná hrútnum, en þá kemur þessi svakalegi jarðskjálfti, þannig að þið missa takið af hrútnum og hann hleypur í burtu.
Þú ert með puttana púlsinum og jarðskjálftana. Alveg, ekki annað hægt sko.